Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú komin til mín fyrrverandi frétta- og blaðamaður Óskar Þór Halldórsson og hann ætlar að segja mér aðeins frá forsetakosningunum í ár. Sæll og blessaður. Sæll og blessuð. Velkomin í settið. Takk fyrir það. Hvað getur þú sagt mér? Sko, nú ég bara 20 og ég hef aldrei kosið forsetakosningar áður. Af hverju skiptir það máli að kjósa og nýta kosningarétt? Sko, kosningar, hvort sem það eru forsetakosningar eða alþingiskosningar eða sveitarstjórnarkosningar, þetta við skulum bara segja, bara hreint út, þetta lýðræðishátíð. Og þetta tækifæri sem almenningur í landinu hefur til þess að segja sína skoðun millilega laust og það oft talað um að hvert atkvæði skipti máli og það gerir það sannarlega. Fólk hefur þarna tækifæri til að taka afstöðu til flokka í alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum eða óhlutbundnum kosningum til sveita í sveitarstjórnarkosningum og svo í forsetakosningum til kandidata sem hafa boðið í krafta sína fram til þess að sitja á bessastöðum. Og núna er valið mjög skýrt, það bara á milli tveggja frambjóðenda, en sumir hafa sagt sem svo að þetta skiptir kannski ekki svo rosalega miklu máli að nýta þennan rétt fara á kjörstað, en ég því algjörlega ósammála. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Margt smátt gerir eitt stórt. Já, bara fólk á að nota þennan rétt því að kosningaréttur til að fara og kjósa, hann ekkert sjálfsagður. Nei. Ég meina, ef við förum aðeins tilbaka í sögunni, þá þurftu konur að berjast til dæmis fyrir því á Íslandi að fá að ganga kjörborði. Sem betur fyrir hafðist það, en við vitum bara út í löndum þessi réttur ekkert sjálfsagður í sumum ríkjum. En við erum lýðræðisþjóð og þess vegna höfum við þennan rétt til þess að kjósa okkur forseta, þingmenn og fulltrúa til sveitarstjórna og við eigum að nota þennan rétt. Akkurat, klart. Og þannig ég skora á alla að nýta þennan rétt, ekki síst beinið orðum til þín og unga fólksins. Já. Sem einmitt að hafa tækifæri núna. Ungum konum líka? Já, alveg absolutt, að fara á kjörstað og nýta þennan rétt, því það bara, ég vil segja lýðræðishátíð, ég nefndi það hérna í upphafi, það ákveðin hátíð, finnst mér í því fólgin að fara á kjörstað. Í gamla daga klæddi fólk sig upp til þess að fara á kjörstað og maður sér það enn þann dag í dag að fólk fer í betri fötin á kjörstað, það alltaf gaman að því. Klárt mál. Og hvernig þetta svona með, að því að núna Guðni, ef við tölum bara forsetakosningarnar í ár, Guðni búinn að sitja eitt kjörtímabil. Er það venjulegt að það komi mótframbjóðandi? Já, það hefur verið að gerast allar götur, held ég megi nú bara að segja, síðan 1988. 1988 var Vigdís Finnbogadóttir í kjöri til forseta Íslands í þriðja skiptið. Hún var kjörin 1980 og endurkjörin án mótframboðs 1984. 1988 fékk hún mótframboð. Það var kona sem heitir Sigrún Þorsteinsdóttir, sem bauð sig fram á móti Vigdísi og þetta hafði aldrei gerst áður í lýðveldissögunni að sitjandi forseti fengi mótframboð. Þannig að það var brotið svolítið mikið blað 1988. Og af hverju það svona óeðlilegt eða hvað skrítið við það? Það bara hafði ekki einhvern veginn verið hefð fyrir því fram að þeim tíma að einhverjum dytti í hug að fara í mótframboð gegn sitjandi forseta. Fólki fannst það bara ekki við hæfi, ímyndaði mér. En þarna var sem sagt brotið blað og hún fór í þetta framboð, hafði að vísu ekki erindi sem erfiði. Ef ég maður rétt, þá fékk hún 5% atkvæða, eitthvað svoleiðis. Vigdís Finnbogadóttir fékk líklega 93–4% og svo var eitthvað auðum og ógildum seðlum. Þannig að allar götur síðan hafa verið mótframboð, við sitjandi forseta.
Ég man ekki kannski hvort það hvort einsta skipti en ég hef ekki skoðað það en allar götur allavega hafa komið mótframboð gegn Ólafi Ragnari man ég eftir og nú það hefur verið mjög mismunandi hversu margir frambjóðendur eru kjöri. Ég meina fyrir 4 árum síðan þegar Guðni T.H. Jóhannesson kjörinn forseti, það voru 9 í framboði. Já. Og þeir voru miklu fleiri sem að höfðu hug á því að verða forseti. Það var ekki bara þessi 9 því að það var fjöldinn allur annar af fólki sem að náði ekki að tryggja sér þann fjölda meðmælenda sem að þarf að skila inn til kjörstjórna til þess að fá að bjóða sig fram. Það áskilin fjöldi fólks sem þarf að skrifa upp á lista stuðning við frambúðið. Okay. Til þess að fá að bjóða sér fram. Þannig maður getur ekki bara farið og bóðið sér fram á þess að hafa einhverja stuðningslista eða öllu heldur lista á nöfnum af fólki sem að skrifa upp á frambúðið. En 9 náðu að gera það fyrir 4 árum síðan og þannig að það var 9 á kjörseðlinum. Það hafði ég aldrei upplifað í forsetakosningum. Nei. Og þannig að atkvæðinu það dreifðust mjög mikið fyrir 4 árum síðan og Guðni T.H. Jóhannesson var kjörinn ef ég maður rétt með 39% atkvæða fyrir 4 árum. Og næsti kandidat var Halla Tómasdóttir, hún fekk líklega 26 eða 7%. Okay. Og svo dreifðist atkvæði meira á þá sem að eftir komu. Andri Snær Magnason var líklega 3. sæti og Davíð Oddsson í 4. sæti. Og hinir fengu minna. Já. En núna þetta allt úr þessi, nú bara 2 kandidatar, þannig að það kjörseðlinn ætti að vera einfaldari, heldur en fyrir 4 árum síðan. Akkurat, en hver staðan á þeim núna, fyrir það sem ekki hafa verið að fylgjast með? Sko, ég hef nú fylgst aðeins með þessari kosningabaráttu og hún hefur nú ekki verið hástemmd. Það ekkert að segja að það hafi farið mjög mikið fyrir henni. Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, sko, ég hef ekki séð til dæmis einustu blaðauglýsingu í aðdraganda þessara kosninga. Maður hefur orðið meira var við þessa kosningabaráttu gegnum samfélagsmiðla á Facebook og Twitter enda það kannski bara tímanna tákn. Þetta breytist og umræðan færist æ meira yfir á samfélagsmiðla. Það neikvæða við það það að umræðan getur orðið svolítið harðari. Menn að tjá sína skoðanir og kannski með skítkast. Það hef á milli fólks, stuðningsmanna, það hef ég séð í töluverðum mæli því miður núna. En ég ekkert viss að frambjóðendur hafi mikinn áhuga á því sjálfur. Nei. Ég held að það sé kannski tegist frekar til stuðningsmanna að menn svona missa sér svona annað slagið. Já, sérstaklega bakvið skjá. Já, bakvið skjá. Já. En það sem maður skrifa, það stendur. Já. Maður gleyma því stundum. Það gleymist. Já, en í öðru leyti hefur þessi kosningabaráttu ekki verið hástemmd. Ég get ekki sagt það. Það hefur borið kannski meira á henni finnst mér frá mótframbjóðanda sitjandi forseta Guðmundi Franklín og hans stuðningsfólki. En Guðni hefur svo sem sjálfur sagt, hefur tekið eftir að hann sé bara að sinna sínum skildum sem forseti Íslands á Bessastöðum. Já. Og ætli ekki að reka kosningabaráttu. Já. Og mér sýnist að hann hafi ekki gert það í að neinu verulegu marki. Hann hefur eitthvað farið út á meðal fólks en ég held ekki mikið. En svo þetta einhverja mælingar í könnunum sem hafa komið fram. Gallup kannanir hafa sýnt mikið forskot sitjandi forseta sem ekkert held ég óeðlilegt að forseti sem situr hafi svona ákveðið forskot. Hann þekktari en hann just að þurfi ansi mikið til fyrir mótframbjóðanda Guðna að hafa sigur í þessum kosningum. Það þurfa ansi mikið að gerast en þetta kemur aldrei ljós fyrir henni búið að tella upp kjósum. Akkurat. En við hvetjum fólk til þess að kjósa. Já, fara að kjörsta. Alveg endilega. Það alveg gríðarlega mikilvægt og ég vil að bara fólk hugsi ekki þannig
þetta skipti engu máli að ég hef heyrt fólk tala að það skiptir engu máli, við vitum hvernig þetta fer, en það er bara alrangt. Það á ekkert að hugsa þannig, það á bara fólk á að nýta sinn atkvæðisrétt. Akkurat. Það er það sem að skiptir máli. Hver og einn skiptir máli. Já, hver og einn skiptir máli og sýna bara lýðræðinu þá kurteisi að nýta þennan atkvæðisrétt. Því að fólk talar þjóðaratkvæðagreiðslur, þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla. Já. Og þá á fólk að nýta sér að fara á kjörstað og taka þátt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Akkurat, ég er allavega spennt að mæta og taka fyrsta skrefið í þessu, en takk kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá þessu. Takk sömuleiðis.